Komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðvarpi Söguskoðun. Við erum mættir hingað aftur við félagarnir Andri Jónsson og Ólafur Hersir Arnaldsson. Góðan sæll Ólafur. Blessaður. Þetta mun vera 90. þátturinn af hlaðvarpinu og við ákváðum svona koma saman og aðeins að taka stöðuna á málum, ræða það saman, svona í tilefni þess. Frekar svona óundirbúið. Já. En hvað segir Ólafur mér? Hvernig ertu stemdur í dag? Nei, ég hress bara. Það er hvað var að segja, ég tek oft svona lestarnir og núna er ég búin með allt í háskólanum, öll próf og allt þannig búið. Það er rólegra í vinnunni, krakkandi sem sem búin að vera núna í hátt í ár hjá okkur, þau eru að fara að hætta núna í júlí og það er svona frekar rólegt, þannig að það voru núna mikill tími með til þess að lesa og þá er ég svona að lesa í gegnum mikið svona bækur sem ég bara búin að viða að mér hægt og rólega kannski gegnum árið. Já. Eitthvað sem ég ætlaði að lesa og er svona alltaf verið að fresta því og svona já, ég kem með aðeins ekkert og setna en er svona áhuga að vera bækur, þannig ég er búin að vera að lesa skoði mikið núna på síkasti, þannig að það er mjög gaman þegar maður getur sett almennilegan tíma í það. Þannig nú mál með vexti að við erum nú venjulega þegar við förum í upptökur þá erum við nú hérna í okkar svona heima stúdíóum en núna er ég staddur hér á Borgarbókasafninu í Reykjavík og við höfum nú verið hér áður tveir saman félagarnir fyrir 30 þáttum síðan. Nei. Já. 40, 50, 60, 70, 80, 90 fyrir 50 þáttum síðan fyrir gefið mér. Já, ok, svona langt síðan. Ég held að það hafi verið 40. þáttur sem við vorum hér saman í ein personu og það er svona þegar menn búi ekki á sama stað þá er ekkert alltaf sem við náum að hittast og þetta hefur verið 1 af 2 skiptin sem við hefum náð að hittast í ein personu og tekið upp þátt. Já. Hitt skipti var 70. þátturinn. Já. En ég er nú búin að vera hér á Farandsfæti, að fara norður til Akureyrar ekki morgun heldur hinn og ákvað að koma hér við í Borgarbókasafninu og taka stöðuna þess með þér, þannig að ég held að hlustendur eru komnir hingað til að fá eitthvað alvöru content, þá held ég að menn geta nú bara slögt núna og fara að gera eitthvað annað því að þessi þáttu verður ekki stútfullur á alvöru contenti eins og fyrir daginn en maður svona að taka stöðun á málum. Já. Einmitt. En mér finnst eins og ég var að segja þetta fyrir þáttinn, mér finnst vanta svona meira svona eins og Borgarbókasafnið með hérna kompan, þetta er alveg til fyrirmyndar þetta fyrirkomulag hjá Borgarbókasafninu að fólk geti bókað hér tíma og ef það er eitthvað fólk að núti sem gengur með podcast í maganum og er ekki alveg svona er að spá í kannski hvort menn að prófa eða ekki og vilja kannski ekki vera að fara út í fjárfestingar á dýrum tækjabúnaði þá er þetta bara príma tækifæri til að ef menn vilja testa eitthvað. Já, algjörlega og líka bara hvað maður kalla það er líka svo það er gott hljóðið þarna og það er líka þægilegt fyrst mér að sitja þarna þú veist, það er vinalegt að vera innum allar þessar bækur og ég hef einstaklega mikið áhuga á bókum þannig að það var meira að segja bara vinalegt að sjá bækur þannig í bakgrunni núna þegar ég horfa á því. Já. Og já, mjög flottur staður. Hérna sé ég nú eina mjög áhugaverða. Hún er bara hérna við hliðina á mér. Héraðsstjórn í Húnaþingi. Já. Saga sýslunefndana í Húnavatnssýslu og Austur Húnavatnssýslu. Sko, ég á nú hérna tilsvarandi bók heima sem að mér áskotnaðist sem er Saga sýslunefndana í Eyjafjarðarsýslu. Ég fengi svolítið á efri árum, ekki það ég sé gamall maður.
en svona á síðari árum hef ég fengið aðeins svona aukin áhuga, herðu ég sé hana hérna líka, hún er hérna beint fyrir frammi, Saga sýsluhefndar Eyjafjarðarsýslu 1874 til 1989, þegar nefnilega ég gerir ráð fyrir að hendi inn hérna svona bókun sem enginn hefur áhuga á, sko. Já, það er alltaf líkur á því. Það er eitthvað svona, það er enginn að lesa þetta, setjum við þetta inn í. Ég held að þetta sé eitthvað svona dæmi svona, ef þú ætlar að nefna svona eitthvað svona leiðilega bók, þá getur þú nefnt þetta. Já. En ég ætla að segja, ég er svo síðar að árum aðeins fengið svona áhuga fyrir svona ég mynd svona héraðsögu og svona lókalsögu, hún er svolítið áhugaverð, en ég held að það sé eitthvað sem kemur með aldrinum. Já. Það er ekki eitthvað sem ég hefði áhuga á þegar ég var yngri. Það er langt því frá. Nei, ég var alltaf sama hér. Já, líka á mér, það var svona vola, já, takmarkar áhuga okkur slíku og ég er þetta viðkvæmlega, ég hef líka haft bara mjög takmarkan áhuga á svona íslenskri sögu almennt, sem er svolítið svona fyndið, það er svona valla að maður þori að viðurkenna það. En það er svona komið meira auðvitað með, já, eftir því sem maður hefur elst og, já, svona bara breytist áhugin alltaf, þú veist, það er alveg ótrúlegt hvað maður hefur verið að lesa inn á þessu. Já. Til dæmis, ég datt hérna einu bókun daginn sem ég hef nú aldrei lesið fyrir, já, 10 árum síðan. Hún fjallaði að segja sálgæslu á 8. öld í karolinska í ríki Karlamagnúsar. Sálgæslu. Já, og þá fjallar eiginlega bókin, það er samt áhugavert að sko, þá fjallar bókin það sko hvernig Karlamagnús virkaði þá og hluta til líka kirkjuna til þess að auka menntun og hitt og þetta til í svona ríkisuppbyggingu. Þetta hangi sama með þessari sumir hafa viljað kalla þetta já, endurist Karlamagnúsar og eitthvað slíkt. Já. Að þú veist, þetta er mitt í þessum gömlu, það sem var kallað áður fyrir myrku miðaldir, sem menn vilja alls ekki heyra á minnst, og ég er þetta alveg vikjum það, ég er alveg einn af þeim líka, ég fæ alveg græna bólur þegar ég heyri þetta hugtök. Já, karolínska endurreisnin. Já. Einmitt. Köllum við það karolínst, Karlamagnús. Náttúrulega Carolingian Renaissance á ensku. Karolínska, það er kannski en. Ég veit það ekki, sko, en já, ég myndi finnast eðlilegt að segja það, en það getur vel verið að einhverjir séu að hrista hausinn yfir því sem heima setja. En ég var líka hlóað að segja þegar ég var líka að lesa þessa bók yfir því, sko, já, þarna var að fara í saumun á því að svo sumir fræðimend tala sko endurreisn og aðrir tala correctio eða þessi verið eitthvað svona leiðrétting og síðan verið svona deila það hver munurinn á því og eitthvað svona og þetta var alveg, mér varst alveg merkilega alveg áhugaverð bók, en þetta er eitthvað sem ég aldrei lesið áður fyrir. En ef við tökum þetta eins þá, hvað er lagt í hugtakið, sko, þegar við erum að tala endurreisn fyrir endurreisnina með stóru E. Já. Er það ekki í rauninni verið að tala það sem við leggjum í hugtakið endurreisnin eða renessans, skilurðu, að við séum að sjá merkjum svipaða hreyfingu eða þróun bara fyrir þann tíma og þá kannski ekki jafn svona stórt og umfangsmikið eins og það var á 15. öldinni. Þú veist, þá erum við að tala kannski að menn séu í auknum mæli að líta aftur til klassísks menningararfs í bókmenntum og vísindum og listum og þessu, sko. Þannig að þú veist, af hverju færðu grænar bólur af þessu? Nei, af þessu myrku miðalda hugtaki. Já. Það er það sem er eitrið, en það er engin miðaldasakfræðingur sem notar þetta hugtaki í dag. Því síðan náttúrulega líka, að það er náttúrulega svo gildislega líka, þegar þú talar að þessi endurreisn til þess að reisa eitthvað aftur, þá náttúrulega verður að hafa verið hnignun. Einmitt. Og það er náttúrulega líka deiluefni, sko, en þeir sem eru sérfræðingar til dæmis í þessum, sko, þessu fyrirbyrði ármiðöldum, þeir eru að tala kannski, já, karolínsku endurreisnina eða ottóníönsku endurreisnina og það er, endalausar svona litlar endurreisnir. Jú. En síðan er kannski málið þegar maður byrjar að skoða þetta betur að, já, hnignun, hvað er hnignun? Já.
það kannski oft þar sem svona nýjustu rannsóknir að sína fram á að jú, benda á okkur svona ákveðin fyrirbrigði eins og eitthvað hafi nú borgarmenningin hnignað í þeim skilningi að minna borgir og þær urðu minna verslun og þannig en til dæmis að menningin hafi miklu liti dáið út og svo hafi einhverjir frumkvöðlar seinna meir tekið þetta verkefni á sínar hendur og endurreist einhvern veginn. Það mikið að setja spurningamerki við það. Jú. Og þetta mikilvægt að setja spurningamerki við svo kannski, þú veist, ef við ætlum að setja spurningamerki við söguskoðun upplýsingarinnar sem lítur á hluti svolítið í svart-hvítum ljóma. Einmitt. Lítur svolítið svart-hvíta söguna og eins kannski söguskoðun sjálfstæðisbaráttunnar í Íslandssögunni skilur sem lítur líka á þetta svolítið í svona svart-hvítu ljósi en meikar það samt ekki alveg sensa ef að það er borgir minnka og fólki fækkar og það er áhersla á aðra hluti í samfélaginu að þá kannski minnkar líka bókaútgáfa og kapasitet samfélaga til að stunda heimspeki og slíkt að það kannski minnkar og svo kannski líka breytist áherslan á þessu tímabili að menn fara meira að búa til trúarleg rit og upplýsingamenn hefur kannski hort á það í svart-hvítu og sagt sko, það er slæmt skilur, það er hnignun en ef við tökum, ef við erum ekkert að gildislaga það neitt, við segjum það bara menn séu kannski í auknum mæli að framleiða trúarleg rit og ef menn eru að því þá eru menn á sama tíma kannski minna uppteknir af menningararfi hins klassíska heims. Það er ekki alveg að segja þetta án þess að segja eitthvað gildislega skilur hvað ég meina sko. Jú, þá passar sig einmitt á því að fara alveg í sauman á og svo til dæmis þá að þú bent á kannski til dæmis að einhverja borgir í því sem var Gallia og var síðan að Frankaríki minnkuðu og slíkt en að bókmenntir til dæmis hversu mikið dróst það saman, að einhverju leyti en þá náttúrulega erum við farin að tala sko hversu mikið það hnignun og brot og hversu mikið það áframhald og bara breytingar. Jú. Og þarna liggur kannski oft bara sko söguskoðunin. Jú, hvort þú lítur á það sem neikvætt eða ekki. Já, þeir til dæmis að því síðan líka það eins og nefndir þetta með skrifa meiri trúarlegri rit en síðan fléttist bara svo oft inn í það að því það náttúrulega heldur aldrei svart-hvít að til dæmis í þessari bók Leading the Way to Heaven þá er til dæmis að fara í gegnum sko hín og þessar bækur sem voru gefnar út sérstaklega fyrir presta þar sem var allavega þekking og þá get bara guðfræði heldur þá jafnvel líka sko stærðfræði og eitthvað stjörnufræði og hitt og þetta en það er þetta fléttast saman eins og til dæmis, ég nota þessi dæmi áður þú þarft að kunna aðeins fyrir þér út í stærðfræði og stjörnufræði og slíkt til þess að geta reiknað út nákvæmlega hvernig páskar eru og svo segir einhver upplýsingamaður með ekki helviti sjátrú og hinduvetnir þetta hvernig ekki alveg saman hvernig páskarnir eru en þegar komið þá, þú veist, grundvallarþekkingu þá er það þetta nýtsamlegt líka upp á að fylgjast almennt bara með tíma upp á til dæmis uppskeru líka svona grundvallarreikning getur ykkur yfirfært yfir á eitthvað eins og einfalt bókhald og eitthvað slíkt og þannig náttúrulega vindur þetta upp á sig en það sem ég finnst þetta bara að vera svona gegnum gangandi eða með alveg sama hvað það er sem ég hef kynnt mér í sögunni að þá sé ég alltaf hvað ég hafði eitthvað einfalt að sína á þetta Jú, og svo byrja ég að skoða og sé að þú veist, þetta er miklu flóknar en bara nokkuð sem hann ímynda sér og svo er svona, það er búið kannski þvinga upp á þetta fyrirbrigði, eitthvað svona stífu með ramma til þess að gera þetta, þú veist, einfaldara og skiljanlegra, en svo sér maður svona þessi rammi passar ekki alveg nógu vel Jú, og það er líka það er kannski líka það sem að mér finnst vera kannski svolítið pointi með því sem við erum að gera líka með þessu podcasti hérna, sko að við erum kannski að taka fyrir málefni sem að við erum ekkert endilega alltaf að tala eitthvað nýjustu rannsóknir eða eitthvað í sagfræði, við erum svolítið að taka fyrir bara svona þessi málefni sem að við þekkjum og fólk þekkir og þegar maður byrjar að skoða þá
byrja ég oft á því að segja sko, þú veist, herru, þetta svona þessi hefðbunda mynd sem við höfum að þessu, skilur þessu Austurríki, Ungverjalandi, fyrri heimsstyrjöld, skilur við það bara Júlí Kristian og Frans Ferdinand og svo bara, veist ekki neitt meira fyrir en Austurríki, Ungverjaland treinur svona þessi svona yfirlitssaga sem að við kannski öll eða þú veist, við sem erum áhugasöm sögu höfum, bara svona því að lesa svona gróft hlutina og svo þegar við tölum hlutina og svona og veltum með aðeins fyrir okkur og svona þá auðvitað eru við að opna fyrir eða ég líti allavega svo á tilgangurinn til mér með podcastinu það þú veist að gefa fólki tækifæri til að hugsa meir þessu hluti og kynna sér það aðeins betur og svona einmitt það hefur allavega svona þróa svolítið í mínum huga svona tilgangur hlaðarpsins ég skal alveg viðkynna þegar við byrjuðum að gera þetta hlaðarp fyrir 5 árum síðan þá hafði ég kannski aðeins öðruvísi hugmyndur hvernig það myndi vera heldur en það síðan orðið mér langaði til þess að þetta myndi vera meira svona cutting edge ég má segja það sko svona þú veist hvað að nýjasta skiluru og svona en maður hefur ekki þú veist, á löngum tíma hefur maður kannski ekki tekist að gera það í hver skipti, sko. Nei. En það samt líka, veist, og ég skil það auðvitað það náttúrulega ofta áhugavert líka, veist, hvað eru nýjustu rannsóknir og allt slíkt, en það sem mest galli við alla rannsóknir auðvitað náttúrulega hlutdrægni fræðimannsins. Eða galli, ekki galli? Já, maður gæti alltaf sett spurningamerki við það. Já. Þetta svo til dæmis, mér fannst svo áhugavert þegar ég var að læra þetta í rúnafræðin. Já. Að þá til dæmis, ég notaði sem dæmi áður í hlaðvarpinu og þá voru þá áttu við að lesa þá með nýja grein sem var bara spáni það gefum út bara einhverjum mánuðum áður ef mann rétt og þá sem þetta var búið að túlka þá nýjan gamlan rúnastein sem er búið að túlka aftur og aftur og aftur og búið að skrifa alveg endalaust rúnasteinin en þá var allt í einu verið að búið að túlka rúnasteinin þannig að hann væri að tala loftslagsbreytingar já og já, það getur vel verið en það passar rosalega vel inn í okkar samtíma og nú ég ekkert að byrja brigður á loftslagsbreytingar eða eitthvað slíkt alls ekki en við sjáum náttúrulega leið heyrðu, þetta hérna passar mjög vel þetta mjög svona upp á pallborðinu í dag og þarna getur fræðimaðurinn einmitt komið sínur rannsóknum á framfæri en það var það síðan þannig að hvenær sér maður einhverja fjölmiðla vísa í að skrifa fréttir rúnir og rúnasteina það frekar sjaldgæft gerist aðeins í Nóri að því að Norðmenn náttúrulega með svolítið af það meira svona þess að hellaristur einmitt það getur nú gerst en svona almennt menn ekki að spá mikið í rúnum en þetta var þú veist frétt og var birt í fjölmiðlum hér og þar heiminn og jú þetta söguskoðun það þetta alltaf áhugavert að fá önnur sjónarhorn og slíkt en það skín samt líka í gegn að hjá þessum fræðimanni þá náttúrulega var þetta mjög upp á pallborðinu auðvitað og svona mitt í enan sætgæstinn og allt það jú og við sjáum það þetta mikið með nútíma með nýjustu rannsóknir það eru litaðar á samtímanum já, ég held að verða að vera svoleiðis já vegna þess að sko, þú veist, ef við myndum ekki hugsa þannig þá gerist ekki neitt ég veit ekki, ég menn svo til minnst þegar ég var ungur sagfræðinemi og var að fara að skrifa B.R.ritgerð held ég og þá mann ég að maður var að hugsa sko, þú veist, þú veist, ég þarf að finna eitthvað sem enginn hefur rannsaka áður já bara þú veist hvernig á ég að gera það skilur, það er búið að rannsaka allt og ef það ekki búið að rannsaka, hvernig á ég að vita það skilur já, hugsaði nákvæmlega það sama og ég hugsaði mér sem að vera skjótaðir ég hugsaði, eitthvað viti að vera eitthvað að læra sagfræði eitthvað þannig, það er búið að skrifa allt já, nákvæmlega en náttúrulega þetta, mín skoðun auðvitað svo að ég meina, ég hef auðvitað sagt áður hérna skilur, ég meina sagan er annað en fortíðin skilur sagan er fljótandi og breytist og það verður ekki hjá því komist sko nei, þjónar samtímanum hún verður að gera það sko og þetta getur það bóðið upp á svona pínu svona að maður sest niður og hugsa bara svona þú veist, allt sem við erum að gera hérna núna
munu menn líta á það sem sko úrelt kjaftaði eftir 100 ár ef já, akkur eru við að við getum ekki bara beðið í 100 ár sko en ég meina þú veist, það þýr ekkert að hugsa þannig Nei. því að ég meina hver kynslóð kemur auðvitað með eitthvað nýtt mikilvægt inn og síðan náttúrulega er líka alltaf endurskoðun Já ég meina það er ekki ólíklegt að núna erum við búin að vera að endurskoða svolítið til mis Íslandssöguna sögurskoðun sjálfstæðisbaráttuna ég meina kannski munu menn eftir 50 ár sakfræðingar fara að líta svolítið aftur til sögurskoðun sjálfstæðisbaráttuna ég meina hver veit sko þú veist, hlutir eru lifandi en mér finnst alveg eins og til mis sakfræði frá 18. og 19. öld hún er oft svona frekar að ég man þú spurði mig þegar þú varst að byrja í sakfræðináminu eitthvað svona, er ekki betra eftir því sem bækur eru eldri og ég segi nei, ég myndi ekki segja það og þú bara nú og ég svona, jú, ég meina þú veist og þú varst að ég með hérna bók sem var skrifið hérna 1915 eitthvað, ég bara, og þá hugsaði ég svona nei þú veist, það er bara, það, þú veist bók frá 1915 er bara ekki, sko nota við einu sinni, sko kannski svolítið yktu þetta að segja það líka Já, jú, en það náttúrulega fer líka eftir í Já Það finnst mér það áhört með sakfræðina samt að stundum sko eins og ég maður þegar ég skrifaði alltaf mína ritgerð nýðstigning á sögu og var ég að vinna mikið með hana þá voru nýjustu rannsóknirnar held ég gefnur út 1970 eitthvað held það var að nýjasta sem var til það fyrirbrigði svo reyndar rétt undir lokin var hann ítalskur sakfræðingur sem gaf út bók þetta er þá 2018 held ég þá gaf hann út bók nýðstigning á sögu þannig ég keypti hana síðan og jú, þá var það nýjustu rannsóknirnar en annars var það en það er samt því ég er nefnilega svo skeptískur alltaf út í nýjustu rannsóknir og fræðimenn sérstaklega og það þýðir þetta ekkert heldur að kaupi allt sem var skrifað áður fyrr heldur mér er kannski pointið frekar að það finnst mér oftur léttar að lesa í gegnum það eða að lesa milli línana og sjá hvað maður kemur en eitt síðan spá heldur ég ekki verið að tala bókmenntalega séð í hverju? með að vilja frekar eldri bækur það getur vel verið, ég maður ekki ég maður bara við töluðum með einhvern tímann fyrir mörgum árum síðan, örgulega svona 15 árum síðan nei, 10 árum síðan eða eitthvað og þá var ég með svolítið svona öfga viðhorf á þeim tíma sem var sko, ef það er ekki skrifað síðustu sko 10 árin þá var það bara useless sko sem er kannski svolítið, ég kannski bakka svolítið frá því ég reyna að rifja þetta líka það er spurning sko, það er náttúrulega sem með Íslendingasögurnar og svona, Finnur Jónsson sem náttúrulega, var að skrifa fyrir sko 100 árum síðan Nei, finnst það samt alveg, þetta er samt langt í frá að vera nýjustu rannsóknir þetta er allt annað sem nýjustu rannsóknir en mér finnst það samt vera gegnum gangað til dæmis þegar ég var í norrænu fræðan við Háskólann í Oslo þá voru þessi nöfn alltaf að dúkka upp Já. Það kannski hangir líka saman með líka sko fræðilegu útgáfunar á sumum textum að því náttúrulega sumt til dæmis hafa menningan áhuga á eins og þegar ég var að vinna með mína ritgerð þá var ég að vinna með heilagrannasögur og það var þú veist nýjasta útgáfur heilagrannasögum það er sko Unger sem gaf það út 1877 mann rétt Já 1870 en sko líka aðtöða nú er ég að vísa í eitthvað samtal sem við áttum fyrir 10 árum síðan þegar ég var í sko annarkort bachelor eða mastersnám í sakfræði, ég man ekki svo langt síðan og sko þá ert þú að vinna með þá ert þú að læra nýjustu þekkinguna og þá myndi ég ef ég væri á þeim tíma það sem er kannski efst í mínum huga á þeim tíma er sko, þú veist, ok, ég er að fara að skrifa ritgerð hérna í þessum áfanga eða þú veist, eitthvað svoleiðis og þá er ég kannski ekki að fara að vitna í einhverju svona bók frá 1915 sem mín aðal heimildum málefnið skilur hvað ég meina, þess vegna verið með þetta viðhorf en ég meina auðvitað þú ert komin lengra í og ef þú ert komin í einhverju alvöru rannsóknir og svona þá er kannski ekki tækt að hugsa svona, skilur Nei Þessi held þessi líka svolítið munur sko að þú hefur lagt meira áherslu á 20-stöldina og þín ritgerð náttúrulega mikið nýrri á meðan ég held að ég er svo litaður líka af miðöldum og og náttúrulega líka bara þú veist antíkinu og eitthvað slíkt það er samt bara brjálega að gera á þeim sviðum líka
Jú, en það samt alveg eins og ég nefndi með niðurstigningar sögur, þú veist, það sumt svo takmarka eðlis heilarumanna sögur sem menn hafa ekkert eiginlega skrifað þannig séð. Jú, það sem heilarumanna sögur, hún, hvað heitir hún, Kirsten Wolf til dæmis, ef við tekið eitthvað saman og verið að skrifa hans þetta, en þetta er svona trúarlegar bókmenntir, þannig að þá er þetta sko með sérstakar stimpil á sér þannig að almennt í friðarsamfélagi þá er það enda færri sem hafa áhuga á því og þú ætlum með heilmikið okkur og svona þetta var alltaf sama með þessa bók þarna sálgæslu hjá Karla Magnúsi þá ætlum með svo ef var höfundur að tala um það að það fullt af handriti sem enginn hefur lesið eða ekki getur unnið með og það er náttúrulega vegna þess að það er aðri textar sem er áhugaverðari þetta er eins og með fornenskuna hvað er stærsta þar, við á bjólfskviða það er endalaust búið að skrifa bjólfskviðu en þú ætlar að fara að skrifa eitthvað fornenska sálma eða dýrlingasögu einhvers þá er eitthvað voða takmarka kannski hvað við skrifað það einmitt náttúrulega verður þetta líka svo afstætti ég náttúrulega kannski vorulega litt af því að 100 ára gömul bók það er ekkert eitthvað rosalega gamalt 30 ára bók ekkert dagalega gömul það fyrir eftir líka hvað það þú veist, í félagsfræði eða mannfræði þá er það náttúrulega gjörsamlega úrelt Já, ég held líka ef við værum, nú erum við ekki að vinna við cutting edge rannsóknir í sagnfræði og ég held að ef maður myndi fara út í það þá myndi maður auðvitað læra meir þetta og fá annað perspektífu á þetta og ég veit það ekki sko en pældi hvað það hefur verið gaman sko Já, það hefur verið gaman en samt ás með söguna, það er einmitt hluta því sem ég finnst líka skemmt með söguna, það hangir svo ég trúi því að sé til einhver raunveruleiki og það hafi átt sér stað atburðir áður fyrr svo náttúrulega höfum við ekkert allar upplýsingar þá atburði en við höfum allar einhverja vísbendingar þá Einmitt. Þannig að þegar til dæmis sagnfræðingur skrifaði fyrir 100 árum síðan þá var hann að skrifa einhvern raunverulegan atburð það hefur hann ekkert allar upplýsingarnar hann túlkar upplýsingarnar sem hann hefur og þær upplýsingar eru takmarkaðar en að því hann er að tala eitthvað sem raunverulega gerðist þá er alltaf eitthvað sannleiks kjarni í því Já. Þess vegna getur það ennþá haft gildi, þú veist þess vegna er alltaf eins og eiginlega hvaða svona sagnfræðirít sem sérstaklega ef þetta er sko þung sagnfræði þá fara menn og venjulega yfir svona gróflega allavega hvað hefur verið skrifað áður fyrr og svona staðsetja sig í sko sögu skrifunum þessar hvað köllum við íslensku historiografían Það er þetta standard aðferðafræði í öllum alvöru rannsóknum alvöru rannsóknir en samt sko eins og með hvað köllum við hann á íslensku annað kyni eftir Simone de Beauvoir The Second Sex ég las það náttúrulega í einu kursi og þar var sko hvað ætli hafa verið gömul líffræði í þeirri bók 130 ára gömul þegar ég hef gluggað einhvern tíma í svona læknisfræðibókum þá læknisfræði við HÍ eða Háskólinni í Oslo hvað það þá eru menn ekkert eitthvað að vísa í svona gamla rannsóknir að því það er gjörsamlega úrelt ekki nema þú ætlir að skrifa sko sögu læknisfræðinar eða hvað það er svolítið fyrst mér svolítið einsagt með sagnfræðina en sko sagnfræði er hugvísindi já og við svo vorum að tala þú veist við erum með heimildir sem að eru til og sko það er mjög sjaldgæft að maður sé að finna einhverja nýjar heimildir eða eitthvað, það snýst yfirleitt alltaf þú veist, endurtúlkun og eins og þú segir, þú veist, það er eitthvað sannleikur eða eitthvað og ef ég ætlaði núna að skrifa rannsóknskilur eða bóka eitthvað og vera bara í eitthvað svona 19. aldar hugarfari eða eitthvað þú veist, þú getur kannski ekki sagt að sé eitthvað ránt kannski, skilur þú veist, það er kannski ekki staðreinda villur endilega í því en það er kannski ekki þú veist, það er kannski ekki paradigmi sem er vinsæll í dag eða sem við erum að vinna með í dag og þar alveg endi kemstu kannski ekkert áfram til dæmis í háskólanum eða þú getur auðvitað skrifað eitthvað svona bók og gefið hann út og fólk sem hefur áhuga að lesa hana getur keypt hana, skilur en þetta er svolítið svona huglægt og þetta er kannski svolítið sem er arkitektur líka, skilur ég meina mjög mikið af fólki finnst nútíma arkitektur ljótur og eitthvað er svona þú veist það er til þú veist arkitektúr uppreisnin og svona hreyfing sem þú veist það sem er að vilja horfa aftur til þessar fallegu
byggingar sem að vera að byggja skilur á 19. og fyrir 20. aldar og svona og það er bara gott dæmi með þetta hérna postkorti sem að Sigmundur Davíð lét útbúa hérna með tekníkuna alþingis við byggingunni sem að Guðjón Samúelsson teknaði sem að hann að 2014 eða 15 hvað það var sko sem var svona í svona stílis og Landsbankahúsið og Akureyri eða eitthvað og þú veist ég held að mjög margir eru sammála að þú veist þetta er miklu fallegra hús skilur en þú veist er sko í samfélagi arkitekta skilur eða þú veist í þar sem að þú veist stefnan er tekin og ákvörðunin teknar þar er bara svona er bara ekkert í boði skilur það er bara ekki í boði og þú verður einhvern veginn en þú getur alveg veist, það er ekkert eitthvað þetta er samt alveg hús, þetta er alveg bygging og þetta er huglægt hvort það sé fallegt eða ekki og þú getur vel verið að fullt af fólki finnst það fallegt eða eitthvað en þú ætlar að vera skilur í fremstu röð þar sem að verið að taka ákvarðanir og þar sem að verið að ég veit ekki, það er bara ekki upp á pallborðið eitthvað gamlir paradigmar Nei, það er það ekki Þetta er svo viðtal við einmitt norskan listmálara sem er að mála einmitt bara í þessum hvað var kallað bara svona fallið oljumálverk realismi og eitthvað slíkt Hann kemst náttúrulega ekkert áfram í einhverjum lista heimum hér hann er mjög vinsæll meðal fólks og hann selur mikið af málverkum mjög fallið málverk en sér líka, þetta hangir samt líka saman með að mig grunum hvort það sé líka hlutaði að ég er líka mjög heillaður af eldri bókum þegar kemur að málfari og sagnfræði kannski sem bókmenntagreina hluta sko, stílfræði og slíkt þegar til dæmis með norskuna mér leiðist alveg agarlega að lesa nútíma norsku og fræðibækur, sagnfræðibækur og norsku til dæmis gefnar út síðastliðin áratug, það sem er alveg hryllilega ljótt og ómerkilegt mál en ef þú tekur fram til þess norska sagnfræðibók sem er kannski skrifuð sko, stríð eða fyrir stríð seinni heimsstyrjöld þá ertu með mikið fallegra bókmenntamál finnst mér, þannig að mér finnst það getur verið ákveðin unun í því að lesa fallegan sagnfræðiteksta eða heimspekiteksta eða eitthvað slíkt sem er skrifaðar á sko, mjög gamaldags norsku þá sem nútíma norðmannur hefur engan áhuga á og mér finnst þetta svolítið líka með gamlar sagnfræðibækur, þess vegna finnst mér þær oft skemmtilegri, það er kannski meiri bókmenntir sem alltaf nútíma sagnfræði og svona nýjustu rannsóknir er náttúrulega ekki litu af því Þetta er svona þú getur byggt hús árið 1915 og það þykir mjög flott en þú getur alveg sagt þér það árið 2015 þá verður það orðið þú veist, fólk mun finnast það gamaldags og eins með sagnfræði að þannig þú getur skrifað bók í dag og þú veist að eftir 100 ár þá mun fólk horfa á þessa bók í samhengi við samtíman sem að ég lifi í núna og ég held að maður verður bara að acceptera það hins vegar annað í þessu er að nú var ég að segja það sko að það sé allar þessar heimildir sem við höfum fortíðina það liggi allar fyrir og það sé búið að fara í gegnum þær það er auðvitað ekkert satt sko, auðvitað er allir búin að fara í gegnum hérna, íslensku miðaldahandritin hérna fram og aftur og lesa hvern einasta bókstafi þeim og svona skilur en en inn á skjalasöfnunum þar eru skjalaöskjur sem að menn hafa bara aldrei opnað skilur þar eru gögn sem að fólk hefur aldrei séð og ég menn þetta er satt og það er ekkert víst endilega og ég er ekkert að segja að það sé eitthvað í þessu það er ekkert endilega í þessum skjalöskum sé bara, heyrðu, hérna er bara eitthvað Indiana Jones moment eitthvað en þú veist, það er tæknin breytist líka við fáum nýjar leiðir til þess að nota heimildir sem að gerur okkur kleift að fá upplýsingar sem við hefðum aldrei áður getað fengið og auðvitað stöndum við náttúrulega svolítið á tímamótum núna okkar kynslóð sem að sko er að fá náttúrulega þessa tækni gagna úrvinnslu tækni sem er auðvitað komin og svo náttúrulega þeirra með gervigreindinni öll þessi tækni í kringum skönnun og svona OCR lestri á skjölum og svona þessi tækni býður upp á þetta er svona svo DNA-tæknin skilurðu býður upp á eitthvað sem fyrri kynslóðu gátu ekki ímynda sér að vera hægt sko nei.
og við höfum núna tíma til dæmis haft eins og ég hef nefnt áður hérna í hlaðvarpinu þetta með tímarit.is og þú veist að þú getur leitað í öllum tímaritum á íslensku og svona en það bara byrjunin sko. Já. En það líka eins og maður sér eins og með handrit að náttúrulega handrit að framleiðsla þetta var mjög dýr þannig að menn jafnvel skófu handrit og skrifuðu aftur á þau og þá var við einmitt með nýjustu tækni og vísindum og þá var menn geta sko lesið jafnvel textan sem undir sem var skafinn. Já. Og þá eru menn til þeim að sögja að fá nýjar heimildir. Já. Og svo náttúrulega þetta líka þannig að það alveg merkilega mikið af handritum svo sem hefur verið lítið unni með eða svona Jú. Já, og svo getur leynst eitthvað áhugavert í sem menn gætu grúskað í. Og svo líka aftur þetta sem þú nefndir einn áðan með 20. öldina, ég meina hún náttúrulega bara opnað svolítið fyrir okkur núna og það auðvitað sá tími í sögu mannsins sem hefur verið búið til alveg gríðalegt magn af heimildum. Já. Og mikið af því ennþá aðgengilegt og ennþá til, þú veist það er ekki horfið í tímans tönn eins og margt af þessu gamla. Þú veist þess að þeirra menn byrja að stúdera söguna svona, eftir svona nútíma sagnfræðaferðum skilur á 18. og 19. öldinni skilur þá byrja menn á því að þá eru menn með alla fortíðina, bara allar aldirna fyrir fram að sig en þegar það tímabil eftir 18. og 19. öldina byrjað að vera vettvangur sagnfræðaransókna þá ertu með alveg gríðalegt magn af sögulegum heimildum og það auðvitað, eins og ég sagði áðan eins og í þessum skjalasöfnum þú veist, það svo mikið að dóti sem að bara þú veist, hefur bara verið sett onni í öskju og afhendin á skjalasöfnin og svo hefur kannski bara aldrei verið opnað eins og ég sagði, sko þú veist, það eru dæmi þetta Já. Og ég sé þetta oft í minni vinnu, skilur maður að fara í gegnum skjöl og maður hugsa bara, þú veist, þetta getur maður bara þú veist, það er engin skoðað þetta, skilur Nei, mitt. Það er engin sem veit af þessu Nei, og maður getur þetta uppgötu á ótrúlegustu hluti og svo náttúrulega er þetta líka svo mikið púsluspil með þetta allir með slíki hug, ég las hérna bóknum daginn sem fjallar barnafórnir í Kanan og það hangi saman með góðinu Mólok og þá fann ég nokkra bækur og ég að lesa mér núna gegnum, byrjaði á elstu bókinni og sen ég að lesa mér gegnum frá til nýjustu bókin, þetta nýjustu bókin sé frá 2010 eitthvað þannig en það var einmitt svo áherslu líka að sjá hvernig mikið púsluspil þá til dæmis, til þess að geta skrifað eitthvað barnafórnir þá hann að vísa í latneskar heimildir grískar heimildir að vísa í biblíuteksta þá á sérstaklega eða þá fyrir gamla testamentinu það líka verið að vísa í álitranir álitranir þá frá hinum með þessum minnismerkjum og slíku og líka verið að vísa í náttúrulega þá allir mismöndu tungumál og svo líka áhugaverið hlutir eins og borgin Úgarit það var bara heil borg sem allt í hennu var sem fornleifafræðingur uppgötuðu þar sem við fundu fullt af leirtöflum og hinu og þessu og hún var uppgötuð bara hvað held ég með 20. öld heilt samfélag og það var svo áhugavert að sjá hvað þetta þá mikið púsluspil þá var kannski eitt vers hérna sem nefnir þetta í þessari bóki í Gamla testamentinu og það þessi rómverski sagfræðingur segir svona og svo verður að púsla þessu öllu saman að mér svo áhugavert að þetta hangi saman með fönikjumenn, Karþagómenn þeir stunduðu mannfórnir og barnafórnir og svo var það umdeilt í fræðisamfélaginu hversu mikið gerður eða ekki þetta bara óhróður þá eða hvað það og þá er það svo spennandi að þetta verður svolítið eins og glæpasaga með sagfræðin getur kannski oft verið það ég hef ekkert gaman að glæpasögum en sagfræðinni brenn ég fyrir þannig ég kannski fæ svona fullnægt mínum glæpasögu þörfum þar þá er mér til sagfræðing svona að reyna að púsla saman sko og ég get ímyndið mig líka þú veist, fyrir sagfræðing sem er að vinna með skjöl þú veist, eða er eitthvað sérstætt málefni sem þú vilt reyna að koma stað þá getur það alveg gullnamaðu þetta heyrðu, hérna er eitt lítill biti í púsluspilinu nákvæmlega og svo reyna að búa til mynd sem er það síðan sem sagfræðilega rannsókn Jú ég meina sagfræðilega rannsóknir eru þú veist rannsóknir ekki rannsókn sagfræðilegt grúsk getur við sagt ég meina það á ýmislegt sameiginlegt með örugglega
á lögreglurannsóknum og svona Já. og ég var stundum hugsa með mér sko þegar maður hefur verið að vinna með skjölin að leita að upplýsingum og þeir reyna að tjasla saman einhverju og maður hefur stundum hugsa svona já, kannski svolítið gaman að vera rannsóknarlögreglumaður. Já, það finnst sér því ég hugsa það sama. Ég veit ekki hvað maður þarf að gera til að vera það, allir maður þurfi ekki að fara í lögregluskólan í háskólanum Akureyri, vist. Samur lögreglu líka allt og lit þar að ég horfa á þessa svona rannsóknarlögreglu þetta frá Bandaríkjunum, True Detective og eitthvað svona. Já, það var þetta sett kannski svolítið upp í ljóma inn á milli. Hversu spennandi að ég mitt vera að púsla svona saman og svo allt í einu kviknar á perunni. Já. En það er náttúrulega ekki eins með rannsóknir, þú veist, eins og ég markvaði mjög ástæð gaman þegar ég allir að skrifa mína ritgerð og svo sá ég eitthvað text og ég bara, þetta geggjað, sko, hérna matur í ritgerðina. Þetta einmitt eitthvað svona sem ég vil sjá. Það var voðalega gaman, þú veist að þegar maður fekk svona uppljómun eða fann réttu vísbendingar þar. Já. En þetta oft svolítið svona detektiv vinna, sko. Já, og svo til dæmis bara eins og með þess að heilaramannasögur, þú veist, ég las bæði bindin, ég væri að viðkynna það að þetta var alveg hryllilega leiðileg lesning á köflum, endalaust það sama ruglið aftur og aftur, eitthvað svona hinn segi hinn og sömu orðað og svipaðan hátt og þetta var alveg hundleiðileg lesningin á milli, en ég þurfti náttúrulega að lesa í gegnum þetta allt og vel að merkja, ég held að hvort bindum sé 600 eða 800 blaðsíður. Þannig að það þá einmitt til þess að reyna að ná í allar vísbendingar. Nákvæmlega. Heyrðu, það komið sumar og það fyrir nú svona að líða því að við fyrir að taka okkur sumarfrí hérna í hlaðvarpinu. Já. Og það getur vel verið að þetta veri bara síðasti þátturinn í sísónunu. Já, ég held að vera það fljótt, hinn og þessi verkefni sem býða minn, ég náttúrulega frá að flytja þannig að nú að gera því. Þetta er svona sumargleði sögurskoðanamanna. En það kannski, ég veit ekki hversu mikið sumarveður hjá þér núna í Norður-Noregi. Já, svona 18-20 stigi hiti. Það var mjög heitt og gott bara. Já. Það var sko ég hef aldrei verið í svo miklu hita á Héraðingu, það var 27 stigi hitt og glampandi sól, ég var alveg að deyja. Ég var að vera í 20 stiga frosti þegar ég var Héraðingu. Já. Það var mjög heitt hérna. Einmitt. Það er plats með svo skrítið, við erum aðeins inn í landi, þannig að við erum með svona, það er mjög kalt á vettinu þar, en það verður mjög heitt, getur orðið mjög heitt á sumrin. Segðu mér þessu rosari Héraðingu. Þú varst að skjóta úr fallbyssu. Já, svo gott var það ekki, ég fekk að setja í svona fallbyssu. Já. Að því séna það er bara svo fyndið með þessa fallbyssur sko. Ég sá þetta svo vel þegar að pabbi og bræðurum mínum voru hérna fyrir norðan og ég var alltaf að segja við þá, heyrðu, ég get síðan sýnt ykkur fallbyssurnar og þeir voru bara svona, já og ég sá það á þeim, þeir eru engan áhuga á því ef engan áhuga svo var skoða fallbyssur þeir voru bara eitthvað að tala skriðdreika og eitthvað svona kjaftaði eitthvað svona kjaftaði ég allir í stórskotaliðinu þannig að það fallbyssan 1, 2 og 3 en allavega og síðan sýndi þeim loksins fallbyssu þá áttu þeir sjá því að þegar ég að tala fallbyssur þá ég ekki að tala svona gamaldags fallbyssur eins og sérði í seinni heimstyrjöldinni eða Vietnam eða eitthvað þannig sko fallbyssunir hjá okkur það þessar K9 Thunder sem sko sjálfkeyrandi fallbyssa þannig að þetta er stærra en skriðdreki og þetta á beltum auðvitað og með þvílíkt hlaup þannig að það geta skotið 40 kilometra það dregnin þannig að ég fekk þá að vera í svona fallbyssu þá þegar við voru að keyra hérna upp á skotsvæði og þeir voru alveg að keyra ég held að það ná alveg 60 km hraða þegar við vorum að keyra á 50 á svona malarvegum þarna upp í skotsvæði og keyra inn í skóginn maður og ykkur drullu og hitt og þetta mér varst alveg geggjað 2 tíma stóð ég þarna upp úr fallbyssinu og brost út eyrum þannig í sólinni þannig að þetta var mjög gaman. En hvernig þeir eru ekkert í svona hersýningum og svona? Nei, Norðmenn eru ekki með neina hersýningar en það var reyndar einhver þjóðuleiðtogi sem kom í heimsókn fyrir nokkrum vikum síðan og þá var hvað kallar þetta uppstilling þá stiltu þeir sér upp
og eitthvað heilsuðu konginum og voru með sverð og eitthvað svona smá sjó en þeir hafa aldrei verið að keyra skriðdryggum með fallbyssum með eitthvað þannig götur Oslo til dæmis eða neitt þannig. Nei. Þetta er líka slítur svo mikið í vegunum og svo líka það sem áhugavert sko, með svona hersýningar að þeir sem fyrst og fremst eru með mikið af flottum hersýningum, það eru þjóðir sem eiga við eitthvað vandamál að stríða. Já. Það er Kína og það er Rússland og þá er einhvern veginn svona verið að þetta er þetta flottu að sjá þetta en það er sjaldan að hvað við að segja, þjóðverjar er einhvern rosa hersýningar eða Danir Nei. En þetta er kannski líka þú veist, kannski bara arfur frá öðrum tíma, skilurðu, ég meina 19. öldin þú veist, þá var þetta hluti af svona, þú veist, að sýna mátt ríkisins jú. Og svo bara einhvern veginn breytast tíðarandinn og þetta þykir ekki lengur endilega vera eitthvað sem við viljum vera að flagga, skilurðu, þannig séð en sumar þjóðir eru bara ennþá með þetta í sínum. En þetta hangi líka saman með svona óöryggi. Já. Ef þú þarf til að segja, eins og í Game of Thrones, þegar Joffrey segist vera konungurinn og Avan segir engin sannur konungur þarf að segja hans er konungur. Já. Ef þú þarf alltaf að vera sláður á brjóst og segja, sko, sjáðu hvað ég er sterkur og öflugur, heyrðu, sjáðu hvað ég er gáfaður og flottur, heyrðu, ég er svo svona. Já, annarkvort er maður það ekki og maður þarf alltaf að slá sér á brjóst, þá er ofta það liggur eitthvað óöryggi þar á bakvið. Ég held samt að þetta sé, jú, þú getur alveg sagt að segja það en þetta er líka kannski bara hluti af menningu, skilurðu, sem er bara á leiðinu út, skilurðu, hér, skilurðu. Af því þú veist, þetta var alveg gert í Frakklandi og Bretlandi, skilurðu. Já, það er náttúrulega, þú er alveg rétt fyrir að hluta til í því, þú veist, eins og sérstaklega með Rússland, þú er alveg rétt fyrir því, þú veist, það er náttúrulega, hvað mann ég þetta ekki, er það 7. maí, er 8. maí? Hvernig fagnar þér? Dien Pobedi. Er það ekki 8. Já, allavega sigur í seinni heimsstyrjöld. Jú. Þetta er náttúrulega stærsti þjóðhátíðardagur Sovétríkjanna og aðal sameiningatákn Sovétríkjanna, sigurinn í þessu mikla stríði. Það er eðlilegt að það hangir ennþá í en þann dag í dag að menn eru með rosa hersýningu og Rauðatorginu og eitthvað slíkt. Það er alveg rétt. Herru, talandu seinni heimsstyrjöldina. Já. Ég var staddur á Kólaportinu í gær, eða fyrradag. Já. Og var svona þess að skoða í kringum mig. Mikið að skemmtilegum hlutum þar að skoða. Var bás með alls konar svona gömlu dóti. Já. Vel annars var hann með mikið af svona svona memorablia, Þetta er ekki þessi army.is Nei. sem búin að vera í mörg ár, heldur ykkur annar. Og hafa með alveg nokkra svona þýska svona SS Totenkopf húfur. Já. Ég þú veist, með hauskúpunni, Já. Og ég hugsaði svona ég er ekki mikið inn í þessu svona safnara dæmi, þessu en svona, mér skilst ég held að þetta þýska seinni heimsstyrjöldadót sérstaklega eitthvað svona sé byrjað að vera svolítið fágætt í þessum memorabilia bransa, og þegar maður með alveg 3-4 svona SS Totenkopf húfur til sölu og í Kólaportinu svona leyfi mér að efast hversu original það var, en það líka allt alveg glænýtt og Já, spurninga mitt. En svo getur maður líka spurt sig hvort að það sé endilega eitthvað sem að því ég eins og við erum oft talað þetta með nasismann og svona og maður reynir að líta á þetta sem sögu og svona það er það en þegar þú komið með svona þetta SS Totenkopf það ertu komin út í mjög svona myrka hlið á seinni heimsstyrjöldinni það er eiginlega alveg kannski eitthvað sem á ekki að vera mikið að flagga Nei, en ég mitt á Mauser M98 Já, það er allt annað Jú en það er mitt hluta því að það er alltaf svo mikið saga því að mér finnst það svo áhugavert ég mitt í Noregi það var svo mikið á sér rifflum eftir seinni heimsstyrjöld að norski herinn var bara praktískur og notaði alltaf þessa riffla þannig að þetta var notað í sérstaklega heimvarðarliðið
notaði þá gamla þýska rifla með hakakross og öllu, því mér finnst það líka svo áhugavert að þeir slóu þá ekki af og þeir notuðu þessa rifla alveg fram á 7. áratuginn. Ertu með hann einhvers staðar? Já, hann bara inn í vopnaskáp. Já, náttúrulega með þetta allt sem hann læst inni sko. Já, með þetta læst inni. En hann mitt framleitur líka 41 sko, þar það ennþá gott stál í honum. En það ótrúlega hvað hann var allir svo ódýr. Þetta er svo mikið af þessi í Noregi. Já. En sem riflum sko, menn notaði það ennþá í dag sem veiðirifla, en það er hann skráður sem veiðirifill. Já, þú verður svolítið í veiðinni. Nei, ég keypti mér riffil og haglabyss og svo stoppaði það þar. Ég farið einu sinni með haglabyssun að veiða. Já. Og aldrei með riffilinn, þannig að ég var ekki meiri veiði en svo, en þetta er svo alltaf á listanum hjá mér. Og svo þegar ég heyrið og skjóta þetta upp á skotsvæði, það er mikil veiði hérna á svæðinu, þá hugsa ég alltaf um það, ég ætti nú að hafa sambandi við veiðiklúbbinn og kynnast einhvernum köllum og fara eitthvað í veiði, en svo verður mér aldrei neitt úr verki. En það er spurning, ég er ennþá að hugsa það sko. Þetta er eitt af þessum milljón hobbyum sem ég er með og áhugamálum og járnum í eldinum. Kemur í ljós. Ertu búin að vera duglegur að spila á gítarinn þinn? Nei, það er það líka. Hann er hérna, ég er búin að pakka hann nú þegar, hann er hérna fyrir aftan mig svo sér í töskunni. Ég er búin að vera mjög duglegur að spila með gítar sko. Já, ég sé það, senda mér myndband daginn. Ég er búin að vera að æfa mig alveg á hverjum degi sko, núna í hálft ár. Það er aldeilis, það er dugnaður. Ég fæ allavega svona einhverju hugmyndir sko, ég verið að brasa aðeins ég að skera út og ég ætla að kaupa mér horn og bein og fara að skera út í það og ég er búin að þetta í hug eitthvað svona smíðaverkefni og svo ætla ég með matur og þannig en ekki það, jú, eitt áhugavert ég bruggaði mjöð hérna í haust þannig að flaskan var tilbúin núna þannig að ég drakk hana hérna síðustu helgi það var bara merkilega góð þannig ég er svona hitt og þetta að segja ég var áhuga á en jú, ég þarf að fara meira gítarinn og að spila eitthvað mér náttúrulega dotti líka að fara að læra á píanó það var reyndar ennþá bara hugmyndin Herru, við vorum hér í síðasta þetta að tala um Júgóslavíu þátturinn fór út hérna núna í júní og það verður kannski að við tökum seinni hluta sósíalísku Júgóslavíu svona fljótlega eftir sumarfríið en það eru aðrir hluti líka sem að liggur fyrir hjá okkur að taka fyrir en við erum með markmið sko ég er allan búin að segja það fyrir mig sko að ég ætla ekki að hætta með hlaðvarpi söguskoðun fyrir við erum búin að taka upp að minnstakosti 100 þætti Já, það er alveg minnsta krafa við erum að ná allan 100 því ég er alveg sammála Því að núna erum við að við gefum okkur að þetta verið síðasti þátturinn hérna fyrir sumarfrí og þá erum við að ljúka núna sem sagt 7. sísoni þannig að núna í haust sko þá fagnar hlaðvarpið 6 ára afmæli en núna í haust þegar við byrjum aftur það er ágætist tími og stýttist ofluga þá í 100. þáttinn þannig að það þurfum nú að gera eitthvað sérstakt við vorum nú þegar byrjað að tala um það en við þurfum nú að gera eitthvað alveg sérstakt Það má ekki segja það svona oft sko því það má búið til svo mikla væntingar Já, þú meinar Nei, það verður að minnst kosti 1 sísoni við búið á hlaðvarpinu Já og hérna, svo sjáum við til Það væri nú gaman eins og til mig sem að væri pælt í þeim að væri bara, þú veist maður geti bara mætt inn í svona stúdíu og þetta skilur bara sest niður, eitt og eitt taka byrja að taka upp og svo bara fara heim sko Já, það var rosalega þægilegt Já, það var mjög þægilegt og ég get alveg trúa því að þannig sé það auðvitað með mikið af þessum hlaðvörpum sem eru í umferð en það er svolítið öðruvísi með þessa heimagerðu þætti eins og þetta hlaðvarp hér sem er svolítið svona old school og eins og þetta var sko í gamla daga þannig að þetta var svona professional eins og flestir podcastir í dag sko mörg hver Já, það var breyst hratt maður Þannig sé sko, farið hratt úr því að menn byrjuði bara með eitthvað svona gamaldags eitthvað og síðan er þetta orðið svona, fagmannlegt maður kallar það. En spurning hvort að hlaðvarpsformið, hver framtíð þess sé? Já. Hvort það lifi góðu lífi eða hvort að það sé verið eitthvað breyting þar á næstu árum? Já, spurning. En samt, hann getur ekki samt svo mikið saman með því að við þurfum að hafa svo mikið sem er að dreifa huganum alltaf eins og ég bara tekja eftir því með mig þegar ég að vakna á morgnana og sest niður og fer að lesa
set alltaf á tónlist Já, hlustaði á okkur eitthvað klassíska tónlist eða eitthvað mjög þægilt að vera með eitthvað í bakgrunnum einmitt og einmitt, þú veist, ef ég að gera eitthvað takur upp þóttavélinni eða eitthvað, hvað vinna heimilisverkin það mjög fljótt að maður setur á eitthvað Já og ekki hlaðvarpið einmitt stór hluti af því Jú, ég alltaf með yfirleitt þegar ég að gera húsverk sko þá ég alltaf að hlusta á eitthvað hlaðvarp eða eitthvað sko Já en sko kannski þegar hlaðvarpi verður svona vinsælt þá það kannski að ákveðnu leyti eða það náttúrulega auðvitað tæknin sem gerir það svona vinsælt auðvitað það náttúrulega ástæðan svo að við erum öll með snjallsíma í vasanum skilur það náttúrulega það að því að auðvitað voru hlaðvörpin þegar þau komu fyrst skilur þá voru menna þá voru menna að downloada þessu sko inn í iTunes hjá sér og hlaða þessu með einhverju snúru yfir í iPodin sinn og eitthvað svona skilur svolítið brass þannig að þú veist svolítið brass og og ég man eftir þessum fyrstu podcastu sem ég var að hlusta á fyrir mörgum árum síðan skilur þá var maður stundum að hlusta á þetta í tölvunni sko Já en ég held reyndar alveg að fólk gerir það ennþá sumir sko Já ég var náttúrulega með hlaðvarp á iPodinu með mitt og ekki það ég náttúrulega held mikla tryggðu mína gömlu borðtölvu ég náttúrulega nota hana mjög mikið Já Svo eru auðvitað mikið af fólki sem hlustar á podcast í bílunum sínum og þegar þeir eru að keyra og jafnvel í sjónvarpinu sínu og svona en gangur úr því En hvað ætla ég að segja með þetta þess að segja tæknin sem að þetta gerir þetta svona en það líka sko kannski eftirspurn eftir dýpra efni heldur en þú hefur verið að fá í þessum hefðbundnum línulegu miðlum Já sem bara er svolítið bara kosningabarátta núna sko sem var núna í forsetakosningunum sko ég man að þessu alltaf kemur alltaf upp fyrir þessar kosningar og sérstaklega forsetakosningarnar auðvitað hversu góð skil getur RÚV gefið þessu fólki í kappræðunum í sjónvarpinu sérstaklega eru svona margir og það er 10 mínútur sem hver og einn hefur til að tala en síðan sko voru alveg nokkur hlaðvörp sem voru náttúrulega að taka viðtal við forsetaframbjóðendur alveg in depth sko til 2 tíma viðtal sko Það hefur svo mikið að segja því þú kemst því í gegnum neitt á 5 mínútum 10 mínútum á meðan að klukktíma spjall þá erum við að tala saman Já Ég ætla með þessi eitt skiptið það var svo áhugavert ég var að vinna verkefni með kínverskum skiptinema og við unnum lítið sem ekkert að þessu verkefni því við lentum í svo rosalegu spjalli og ég held ég að tala við henni 10 tíma straight straight Já, þú veist við vorum heima á mér eitthvað við vorum að vinna í þessu verkefni og þannig og það var svo áhugavert að tala það og það var einmitt pointið það er ekkert þáttur eða ekkert fjölmið RÚV hefði aldrei getað sýnt 10 tíma spjall ekki það ég sé halda fram heldur að spjall okkar hafi verið efni í heildsinni í eitthvað hlaðvarpsþátt en pointið er að lengra kontentu meiri tími þá kemstu náttúrulega mikið betur kemstu yfir mikið meira og færðu þetta meiri dýft sem mjög margir að leita þessu náttúrulega hlaðvarp svo vinsæl þetta var bara svo einstakt þegar maður gæti kannski hort eða hlustað á klukkutíma viðtal við eitthvað í staðin fyrir örfáa mínútur í línulegri dagskrá Já og ég man líka bara þú veist þetta þegar hlaðvörpin komu fram þetta bara breytti lífinu sko allt í einu voru þessi hlutir eins og setja upp þetta vel og ryksuga eða fara út að skokka þetta var bara gaman mann bara hlakkaði til eða allir með að taka strætó í vinnuna og svona þessi hlutir eru allt í einu skemmtilegir sko allt í einu eru þetta og þess að allir ég var rosalega duglegur að skokka einu sinni og ég er þetta því miður hættur í núna það er alveg glata sko og þú veist og ég kenni hundinu mínum það sko því hún er svo það er svo erfitt að skokka með hana sko. Hún er svo vill alltaf fara að þefa af ykkur og svona
Já. Þannig eftir ég fekk hundin þá hef ég ekki þá hef ég hætt að skokka sko. Þannig að ég svona afsökun sko. En sko þú veist, ég fór alltaf út að skokka og var alltaf að hlusta podcast á meðan og mér finnst það bara gaman síðan ákvað ég að fara að synda tímbili alltaf að taka mig og hugsa sund sko, það er rosalega góð hreyfing sko, alhliða hreyfing og alltaf að fara að taka eitthvað átak í því sko, að fara að synda á hverjum degi eða eitthvað líka sko þá náttúrulega var ég gæti ekki hlusta á neitt á meðan Nei. Og svo byrjaði ég á þessu og svo gafst ég upp á þessu og ég hugsaði bara, veistu, þetta er svo drepleiðilegt veit, já þetta er svo leiðilegt að synda já en auðvitað þetta köpa sér vasselda headphone og svona Jú, það er að lesa það þannig en það er alveg rétt, maður er voðalega háður í orðið að vera með eitthvað sem er einmitt að dreifa huganum og eitthvað sem maður getur verið með hluta meðutundinni já, sem afþreyingu já þegar maður að vinna öll þessi leiðilegu verk sem þarf þó að vinna ég veit en ég var einmitt aðeins að hugsa að koma þessi rétt á hann að með sko getur verið að kynslóði núna sko sem er að vaksa upp hefur hún athyglisbann í svona podcasti sem þetta já að því fólk einhvern veginn er svo vant í að allt þarf að vera bara svona 10-20 sekúndna myndbönd sko það er með það alltaf mjög margir sem auðvitað verða litaður af þessu stuttu TikTok-vídeóum auðvitað en ekki það, ég trúi samt að sé alltaf nógu stór hluti sem hefur áhuga á okkur meira ekki fjölbreytileiki svo mikill jú en ekki það allir, ég pröfa það daginn þegar ég var að kenna, þá skipti ég kennslinni niður í 20 mínúta kennsla og 10 mínúta pása og enn tók það nokkru sinnum það gaf mjög góða raun það virkaði allar mikið betur heldur en að vera að keyra í 40 mínútur eða hvað það er það virkaði mjög vel sko þetta hefur verið örugglega rannsaka mikið sko mér finnst því svo ég hef heyrt talað það að ástæðan fyrir því að tíminn í skólakerfinu er 40 mínútur að mann voru búin að komast að þeirri vísindalegu niðurstöðu að 40 mínútur er optimal fyrir athyglisbann í fyrirlestri eða í kennslu en síðan líka svo afstætt þetta sem ég segi í kirkjunni ef ég talaði lengur 5 mínútur þá byrja fyrsta liða þetta af en við hefum ég verið að skipuleggja ráðstefnur og svona þá hefur við verið með 45 mínútna slott og sagt sko, þú veist okkur fyrirlesturinn í 40 mínútur og svo 5 mínútna spurningar eða eitthvað svoleiðis við höfum verið með þannig og mér hef ekki endilega alltaf fundist það virkaði fólk kannski þannig að núna erum við að skipuleggja eina ráðstefnu núna í vinnunni sko og þá ákváðum við að prófa bara 30 mínútna slott sko og hafa það bara fleiri sko einmitt það sé náttúrulega líka bara þjálfun hverju maður vanur eða ekki og eins og ég segi mér svo áhvert ef ég ætla mér að allir hlusta á mig þegar ég ætla mér sér í kirkjunni alveg saman hvað það er, hvort sé jarðarför eða messa eða hvað það er 5 mínútur það er max er einhver að hlusta þar? Ef ég teli 5 mínútur þá er allir að hlusta og svo byrja fyrstu svona svona út eftir 5 mínúturnar það er alveg áhugavert á meðan að sko annað áður fyrr þú veist þetta er ekki predikun nema þú sér búin að tala í 40 mínútur klukkutíma það er þannig sumstaðar sko eins og predikun kennarar minn hann hafði einmitt verið í brúðkaupi held ég í Eþíópíu og það var hann beðinn að halda einhverja ræðu talaði einhver 5-10 mínútur það var mikil vonbrigði með svo stuttu ræðu hans það byggst allir við 40 mínútur ræðu eða hvað það var þetta er svo afstætt við þetta þú veist hvað nennir maður fylgjast með lengi sko, hvað heldur maður lengi út og þetta er eins og bara að lesa bók ég geti sett í klukkutímunum saman og lesi það er náttúrulega bara því að ég er búin að æfa mig í því og það er náttúrulega bara þjálfun sumir koma sig ekki gegnum eina blaðsju og það eru þetta er bara svo að það fer út að skokka en maður hefur ekki skokkað í mörg ár þá náttúrulega maður að deyja úr strengjum og ónýttir í skróknum fótónum bara eftir smá skokk en einstaklingur sem er búin að skokka reglulega í 10 ár það er allt annað mér finnst oft þegar ég er að lesa ég verð alltaf svo forvitin
hluti sem að ég sé í efninu sem ég að lesa ég þarf alltaf að fara að googla eitthvað sko. Já. Þú veist, ég þarf alltaf að fara að lesa meir það Já. Ég lendi stundum í þessu sko. Þetta er athyglis Já, en ég oft með símanum við hönd þegar ég að lesa, þegar ég til dæmis að googla og síðan skoða heimildir, heyrðu já, þetta áhugaverð bók, þá skrifa ég hana niður og síðan setja ég hann á lista hjá mér og reyna að lesa þetta ekkert setna. Já. En það oft þannig þegar maður er búin að lesa ykkur bók, þá kannski 5 aðrar sem er gaman að lesa. Jú. Herru, við höfum eitthvað að lesa í sumar. Já. Ég það voru strákar í vinnunni hjá mér sem að við erum búin að tala svo mikið Bísanska ríkið og Antoni Kaldellis og rosalega spennti fyrir nýju bókinans The New Roman Empire. Já. Og þeir stungu upp á því að við keyptum okkur bókina allir saman og síðan myndum við lesa bókina og svona eins og í bókaklúbbi koma saman og ræða sko kaplana og svona. Já. Það er nú gaman. Já, það er ágætt sko. Já. Ég öfundaði bara mikið að lesa þessu bók, hvað var gaman að hafa eitthvað sem myndi nenn að hlusta á það. Það er svona eiginlega megin ástæða fyrir því okkur ég hlaðvarpinu, það til þess að geta að tala sagnfræði við þig. Það er svona alkvatir á mér vegna þess að sko. Ég er svo skemmtilegur sko. Já, ég þekki bara svo fáar sem hafa áhuga á sagnfræði. Þú ert líka í röngum bransálagur, þú ert að vinna í hernum sko. Já, ég gerum greið fyrir því, ég er á kolvilli sem stað. Ég náttúrulega auðvitað, þú veist, maður hefur unnið með rosalega mikið af sagfræðingum. Já. Og maður sér þá víða, sko, í mínum bransa. Já. En auðvitað mikið að öðru fólki líka. Já, ég allir gangur á því. En þannig að þeir voru til í þetta strákandir og ég er enda þannig sjáðu að ég var erfitt með að setjast niður með eina bók og bara lesa hann í gegn. Já. Ég geri það yfirleitt aldrei. Nei. Og það getur vel verið að það sé athyglisbrestur sko. En líka bara það sko að einhvern veginn mér finnst þægilegra einhvern veginn að maður er kannski einhvern veginn vanur því að vera alltaf að leita að einhverjum ákveðnum upplýsingum. Já. Og nota bækurnar til þess að sko finna það sem ég er að leita að. Já. Og blaða eftir því og ef það er eitthvað í bókinni sem er ekki það sem ég er að leita að þá náttúrulega bara blaða ég fram hjá því. Skilji. Og þetta er kannski svona hluti af þú veist þessu sem að ég hef verið að gera í skóla og vinnu síðustu árin bara. Já. Einmitt. Þannig að ég einhvern veginn er erfitt með að setjast niður bara með svona eina bók og bara lesa í gegn og ég einhvern veginn sóna út og ég fyrir að hugsa eitthvað annað og svo allt í nýri búin að lesa 2 blaðsíður og ég man ekkert hvað ég var að lesa sko, eða þá stundum ég er að lesa og svo finnst mér svo ótrúlega áhugavert og ég bara, hvað er áhugavert og lesa þetta aftur og reyna að muna og þetta er ég að muna ég þarf að segja Ólafi frá þessu og svo fer ég að googla eitthvað sko. Þannig að það gengur oft svolítið erfilega fyrir mig að koma svona í gegnum einhverja svona heila bók. Já. Mér finnst hjálpað mér samt líka, ég er ofta að lesa líka marga bækur á sama tíma og er ofta að fara svona fram og tilbaka. Já. Þá les ég kannski 1 kafla hér og svo legg ég hana kannski frá mér og ég get alveg lagt það frá mér lengi og svo hoppa ég í eitthvað annað. En svo tek ég svona sirpur mitt og stundum þá sé ég kannski, ég er búin með, ég er alltaf að lesa mikið af ég var með alltaf var með Kindle áður fyrir Kindle minn er búin að gefa sig eftir hann er látingreið eftir 10 ára digga þjónustu. Kindlinn frægi. Já, þannig ég þarf að fá mér nýjan. Ég lesi sturla mikið á honum en þannig endst mjög vel. En þá sé ég kannski svona, ég er búin með 50% hérna eða 70% þessari bók og þá tekið stund svona rispi, núlega spýt í lófana og klára eitthvað á sem bókum sér með svona næstuði kláraðar. Já. En ég líka nota svo mikið Goodreads. Jú. Já, þú talar voða aktífur þar inni. Það er mjög hvetjandi fyrst mér. Mér finnst svo gaman að vera með yfirlit yfir allt þar. Þannig að ef ykkur hlustendur á áhuga eða á Goodreads, þá getur mér endilega litið á mig þar. Það er svona samfélagsmið sem ég nota mest.
að nördalegasti samfélagsmiðlinn. Já, það er kannski það ég sko Ekki fara að leita Ólaf inn á TikTok eða eitthvað. Nei, það finnum við ekki þar. Hann ekki þar sko. Hörðu, ef við hefðum fleiri tíma í sólarhringnum, Ólaf minn, þá værum við búinir að vera duglegri með hlaðarpi og samfélagsmiðlum. Já. Við þurftum að fá bara fleira fólk til liðs okkur fá samfélagsmiðla stjóra. Sjáum þetta fyrir okkur. Já, við hefum nú þörf á því. Eða bara ekki. Herðu, nú held ég að þetta sé að fara bara að vera gott hjá okkur. Við erum búin að babla hér saman í bráðum 1,5 tíma og season 6 er núna að renna sitt skeið. Já. Í hlaðarpinu sögurskoðun. Við snúum aftur þá í haust. Algjörlega. Með meira efni. Við erum þá tvíeldir. Það er fínt að fara svona inn í sumarfríið á svona léttu spjalli. Já, svona léttu spjalli sko. Einmitt. Þá bara þökkum við hlustendum fyrir samveruna á þessari önn og sjáumst fjallhress í haust. Minnum hlustendur á vefsíðu þáttarins sögurskoðun.com. sögurskoðun@gmail.com er netfang þáttarins. Við erum á Facebook og YouTube og þessum stöðum sem áður hafa verið nefndir. Og núna Goodreads. Og núna það var helmingur okkur. Þökkum fyrir okkur í dag og verið sæl.